Jæja, komiði nú sæl og velkomin. Vonið heyrið í mér. Allavega, veriði sæl og velkomin á þennan morgunverðarfund okkar þróun samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Við vitum það auðvitað öll og finnum það á eigin skinni að vöxtur umferðar á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mikill undanfarin ár og það þrátt fyrir að ferðavenjukannanir sýni að hver einstaklingur fer færri ferðir. En auðvitað eru góðar skýringar á því og við vitum það líka að höfuðborgarsvæðið hefur vaxið sirka 90 manns á viku og sveitarfélögin í kringum okkur hafa líka vaxið. Ég hef nú ekki þær tölur en þær hafa kannski, sum nánast tvöfaldast. Og auðvitað er þetta skýringin á því að umferðin hefur aukist. Áhrif þess að sést á umferðin alveg sama hvaða ferðamáta við skoðum. Það er aukning allstaðar og það er sama hvort það er akandi, gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum. Við sem að búum hérna á höfuðborgarsvæðinu kvörtum mörg yfir því að ferðatími hafa aukist. Þetta er svolítið misjafnt, þetta er í hvaða leiðir við erum að fara og hvernig við erum í sveit sett gagnvart atvinnuþátttöku. En auðvitað erum við fyrst og fremst að kvarta, eða ekki síst, umferðina á morgnana og svo síðdegis þegar við erum að fara til og frá vinnu eða til og frá þeirra staða sem við eyðum deginum á. Við ætlum í dag að fræðast aðeins þessi mál, fá svona ýmis sjónarhorn. Við ætlum líka að fá að heyra svolítið það hvaða þýðingu það hefur þegar að við höfum blandaða byggð á svæðum. Breytir það einhverju í þessu samhengi? En ég er nú ekki komin hérna til þess að taka þátt í að veita ykkur markverðar nýjar upplýsingar, þannig að ég ætla að draga mig í hlé og biðja fundastjóra fundarins að taka við, en það er Bryndís Friðriksdóttir. Hún er svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis Vegagerðarinnar.
Komið sæl, mikið gaman að sjá hvað eru margir komnir hérna, en það þetta málefni sem að allir hafa skoðun á. Ég lærði það eiginlega bara þegar ég byrjaði hjá Vegagerðinni að samgöngur, það enginn sem hefur ekki skoðun á því sama hvar á landinu við erum og kannski mest hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem við búum og vinnum flest. Þannig að þessi fundur hérna núna okkar tilraun hérna hjá Vegagerðinni að vera með svona fræðslu og samtal og kannski aðeins að setja hlutin í samhengi. Þannig að við völdum málefni sem snúa að umferð og þar sem við köllum umferðarsköpun og ætlum að byrja á, get hoppað hérna á dagskrána, þannig að þetta skiptist í 4 erindi og það kannski fyrsta erindi sem að hefur mesta orsaka samhengi, það bara hvað búa og starfa margir á höfuðborgarsvæðinu og hvað afleiðingu hefur það á umferð hér á þessu svæði og það Cecilia Þórðardóttir, samgönguverkfræðingur og verkefnastjóri hjá Vegagerðinni sem ætlar að byrja. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Silla heiti ég og starfa hérna hjá Vegagerðinni. Ég ætla að byrja því að tala þróun umferðar á höfuðborgarsvæðinu og tengja það aðeins við fólksfjölgun sem orðið á árunum 2019 til 2024 og einnig tala aðeins við ferðavenjukönnunina frá 2022 og hvernig ferðasköpunin úr henni hefur áhrif. Fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu, ferðavenjukönnunin, uppbygging á höfuðborgarsvæðinu, hvernig hún hefur verið síðastliðin 5,5 ár og svo hvernig umferðin á helstu stofnvegum innan höfuðborgarsvæðisins, upplýsingar úr teljurum okkar hjá Vegagerðinni. Já, sem sagt. Frá árinu 2019, 1. janúar til miðárs 2024, þá fjölgaði íbúum á höfuðborgarsvæðinu tæp 24.000. Megnið af því var í Reykjavík, alls 12.550, en mesta hlutfallslega aukningin var í Garðabæ, tæp 3.700 manns, 22% aukning sem töluvert. Það áhugavert að svæðisskipulagið 2040 sem var gefið út 2015 gerði ráð fyrir því á milli árana 2012 og 2040 myndi okkur auka 70.000 manns og núna 12 árum seinna hefur við náð 60% af þeirri áætlaðri aukningu. Þannig að okkur að fjölga rosalega hratt á höfuðborgarsvæðinu. SSH hefur reyndar að gefa út nýja þróunaráætlun þar sem þeir búast við meiri fjölgun, 6-16 manns næstu 3 árin, þannig að verður fróðlegt að fylgjast með því hvernig því framvindur. En það ekki bara á höfuðborgarsvæðinu sem fólki hefur að fjölga. Það líka í sveitarfélögunum í kringum okkur. Og eins og við sjáum á þessu tímabili, 5,5 ári, hefur á Suðurnesjum fjölgað 4.000 manns, Suðurland 4.700 og Vesturland 1.400. Þetta 10.000 manns bara í sveitarfélögunum í grennd við okkur. Það sem líklegt að einhver hluta fólki vinni eða sæki menntun á höfuðborgarsvæðinu. Kannski áhugavert að segja frá því að þessum 26.000 mann sem búa á Suðurlandi eru 20.000 í helstu þéttbýlisvæðinum þannig að Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn og Hveragerði. Og svo það ferðavenjukönnunin. Hún gerð reglulega hérna fyrir höfuðborgarsvæðið en hefur verið gerð 2 fyrir landsbyggðina líka og verið áhugavert að fylgjast með hvernig þróunin verður í ferðavenjum þar á næstu árum. En meðalfjöldi ferða hefur fækkað á síðustu árum, var 3,7 2019 en 3,2 árið 2022. Þá þetta meðalfjöldi ferða hvers manns barns á höfuðborgarsvæðinu á dag, óháð ferðamáta. Og það hefur minnkað rosalega mikið, vegna þess að 2017 var þetta 4,2 ferðir á mann á dag. Þannig að það rosalega hröð þróun í þessu á höfuðborgarsvæðinu. Hlutfall ferða í bíl hefur líka lækkað, bílstjóri og farþegi í bíl var 75% en núna 72%. Það aðalega ferðum sem bílstjóra, bílar á götunni sem hefur fækkað 2% að hlutfalli. Hérna skipting ferðamáta, eins og hún var 2022 samkvæmt svörum úr ferðavenjukönnuninni, 58% ferðast í bíl sem bílstjóri almennt. Svo farþegir bíl 14%. Sett inn í Sviga hérna landsbyggðina. Kannski áhugavert að sjá að það líka 58%. Ég hefði haldið að vera meira, en þannig að þetta mjög ánægilegt að sjá. Sambaröfu fjölda á hjóli og gangandi, aðeins fleiri í strætó hérna á höfuðborgarsvæðinu.
og kannski áhugavert líka að benda á 2% rafhlaupahjól, það er 2022 og spurning hvernig það er í dag sem hlutfall af ferðum. En svo er það, hvað þýðir þetta? Okkur hefur fjölgað 24.000 manns tæplega á þessu 5,5 ári og ef við miðum við 3,2 ferðir á dag og að 58% þeirra sé farnar á bíl, þá erum við að fá 44.000 auka bíla á höfuðborgarsvæðinu í dag miðað við byrjun árs 2019 og það er frekar mikil fjöldi. Og ef við gerum ráð fyrir að 2 af þessum ferðum sé á stofnvegakerfinu okkar, eins og vegagerðarinnar, þá er það 27.000 auka bílar á dag á okkar vegum miðað við 5 árum síðan. Þannig að það hefur aukist talsvert. En það er líka aukning, hjólreiðandi og gangandi og það er mjög ánægilegt að sjá, strætó. Það er spurning hvernig þessi tala samræmist strætótölunum í dag, hvort það hafi aukist umfram það sem að ferðavenjukönnunum myndi spá. Og svo er það fjöldi ferða inn á höfuðborgarsvæðið. Í ferðavenjukönnunum fyrir landsbyggðina var fólk spurt hversu ofta færi inn á höfuðborgarsvæðið. Þar kom í ljós að 28% þeirra sem búa á landsbyggðinni, það er þá all landið, fara 30 sinnum eða oftar á ári og 16% oftar en 60 sinnum. Og nú kannski áhugavert að benda á að ef þú býr á Suðurnesjum þá sögðu 64% svarenda að þeir færi oftar en 30 sinnum. Þannig að tölunar í töflunum minni eru örugglega frekar lágar heldur en í hærri kantinum. Og sama með Suðurland, það var 35% en Vesturlandi 40%. En ef við tökum svona landsbyggðin í heild og miðum bara við þessi 16% sem er að koma inn til höfuðborgarinnar reglulega, þá sögðu 75% af þeim vera að ferðast vegna vinnu eða skóla. Þannig að við getum gert ráð fyrir að þeir séu að koma mjög reglulega, oftar en einu sinni eða tvisvar í viku. Og þá erum við að sjá að ferðum hefur fjölgað allavega 2300 á dag. Og í heildina erum við að sjá sirka 17.000 ferðir á dag inn til höfuðborgarinnar. Það er þá Vesturlandsvegur, Reykjanesbrautin og Suðurlandsvegur. Svo er það uppbyggingin á höfuðborgarsvæðinu, hún hefur verið töluverð á síðustu árum. Ég skoðaði gögnin hjá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Þeir eru með mælaborð fyrir kaupsamninga, þar sem hægt er að filtera eftir byggingarári og kaupsamningum og ég tók bara síðustu 5,5 ár. Það voru 7.800 einingar sem voru byggðar á höfuðborgarsvæðinu og skiptum kaupsamning. Þetta líklega er ekki með útlutuðum lóðum sem eru byggðar sjálfar en sem heildarmynd þá er þetta líklega góður mælikvarði á hvað hefur verið byggt. Og hérna er höfuðborgarsvæðið í heild, þið sjáu stofnveginni hérna bláa og fína og svo sjáu þið hvar þyrpingar eru, hvar helst hefur verið byggt, mikið til nálægt okkur stofnvegum. Í heildin er 96% af þessum byggðum einingum fjölbýli, það er mjög hátt hlutfall. Og ef við miðum við að það séu 2,2 íbúar í fjölbýli og 2,8 íbúar í einbýli eða sérbýli, þá er þetta 17.600 manns sem hafa flust þessi svæði, mörg hver þeirra alveg ný. Og áfram ef við notum ferðavenjukönnunina, þá er þetta 32.000 ferðir á bíl á dag, aukalega. Allan á innviðana, en gætu náttúrulega verið ekki endilega nýjar á höfuðborgarsvæðinu sem slíku. Og ef við tökum hérna Reykjavík, þá er helsta uppbyggingin verið svona þéttingareitir í Vogahverfi og Hlíðarendahverfi og í Vesturbænum og Laugarneshverfinu, en einnig hérna upp í Úlfarsdal og Grafarvogi. Það eru þá bílferðir sem fara beint á Vesturlandsveginn og eru vantilega nýjar á Vesturlandsveginum. Og þetta er samtals 14.600 ferðir á dag á bíl á öllu höfuðborgarsvæðinu. Í Kópavogi voru byggðar 1700 eignir, aðalega á þéttingareitingum í Kársnesi og Smárahverfi. Þetta eru svona 6.900 ferðir á dag á bíl, líklega að fara á Reykjanesbrautina og á Hafnarfjarðarveginn eða jafnvel Nýbýlaveg. Svo í Garðabæ, þar hefur verið töluverð uppbygging, tæpa 1300 eignir, þar af stærstu hluti í Urðarholti sem er glænýtt hverfi, 970 einingar. Það fer bara allt á Reykjanesbrautina og er líklega megninu til nýjar ferðir á Reykjanesbraut, allan á þessum kafla. En í heildinni í Kópavoginum í Garðabænum er þetta 5.300 ferðir á bíl. Svo er Hafnarfjörður. Megnið uppbyggingunum þar hefur verið á Völlunum og Skarðshlíð. Við erum að miða við 2.900 ferðir á bíl og það fer allt á Reykjanesbrautina. Og svo Mosfellsbær og þar verum
tæpa 600 eignir, eitthvað í svona miðsvæðis í Mosfellsbænum, svona líklega þéttingarreiti, en eitthvað aðeins út fyrir, samt innan vaxtarmarkana. Og þar verið þá 2400 ferðir á bíl og líklega flestara að fara á Vesturlandsveginn. Og lokun Seltjarnarnesi, þar voru 30 íbúðir byggðar og þar eru töluvert færri ferðir á bíl, væntanlega vegna bara minna byggingamagns, en það fer þá á Hringbrautina. Og svo það umferðin á helstu stoppvegum. Við völdum ég skoða þessa 5 talningarstaði. Þetta eru staði sem að Vegagerðin hefur notað í langan tíma, fylgst vel með. Yfirleitt eru þessi talningarstaði notið til að gefa út efni frá Vegagerðinni til að fylgjast með þróun umferð á höfuðborgarsvæðinu. Þetta þarna Hafnarfjarðarvegi, bílar á dag, aukalega, og ég ekki viss að þetta sé mikið af sér endilega höfuðborgarsvæði. Þetta kannski meira ferðir utan af höfuðborgarsvæðinu, þetta það langt út. En ef við tökum það samt með, þá þetta 15.000 auka bílar á bara þessum stoppvegum, bara á 4 talningarstöðum. Og þá erum við ekki að tala sveitarfélagavegi, við erum ekki að tala Sæbraut, Breiðholtsbrautina eða aðra stoppi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta töluverður fjöldi. Samræmist kannski svolítið vel við það sem við gerum ráð fyrir í ferðaverðarkönnunum 27.000 auka bíl á dag. Á sama tímabili hefur svona aðeins lengra út fyrir á hringveginum við Hvalfjarðargöng auka 1360 bílar á dag og 3550 við Hellisheiði, sem kannski líka samræmist aukinni íbúum fjölgun á Suðurlandi. Og þá svona spyr ég mig hvort að forsetuna sem ég gerði með ferðaverðarkönnunni og ferðir inn frá landsbyggðinni sé heldur lágt miðað við þessar tölur. Og til að taka þetta allt saman, þá hefur íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað að meðaltali 4.300 manns á ári, síðastliðin 5,5 ár. Og á sama tíma hefur byggt 7.800 húsnæðiseiningar, megnið fjölbýli, miklu minna sérbýli og einbýli. Ferðaverðarkönnunin gefur til kynna að íbúafjölgunin leiði til auka 44 bílferða á dag. Og þetta þrátt fyrir að við séum að fækka ferðum okkur daglega, þannig að þetta töluvert hátt. Og 27 þá að fara okkar stofnbrautir. Mikil aukning hefur verið íbúafjölda á sveitarfélögum í nágrenni höfuðborgarinnar og ferðaverðarkönnunin gefur til kynna stór hluti að ferðist til höfuðborgarinnar reglulega og megnið af þeim ferðum á bíl. Það örugglega 90-95% eru í bíl. Og á sama skapi þá eru teljarinn okkar að gefa til kynna að það sé aukning 15.000 bíla á dag rúmlega innan höfuðborgarsvæðisins, og það eru bara nokkrir teljarar, það vantar töluvert fleiri þann inni til að fá betri heildarmynd af svæðinu, þannig að mig grunar sig meira. Og Vesturlandsvegurinn og Reykjanesbrautin sem mjög vinsæl til að komast leiða sinnar til og frá ytri byggðum höfuðborgarinnar hefur aukist alveg rosalega, sem kannski útskýrir okkur ferðin getur verið svolítið erfið á mótnana á seinnipartinn. Takk fyrir mig. Finna næsta. Takk fyrir þetta, Cecilia. Við ætlum að leyfa spurningar í lokin, leyfa fyrirlesurunum að fara í gegnum efnið, en það tengist það. Býttu nú við, nú gerist eitthvað. Þetta út? Hvar einhver sem góð í tækninni? En ekki ég. Aukningi umferð þýðir náttúrulega að ferðatími breytist. Hugmyndin hjá okkur að fjalla áður en við gerum það, ætlum við að fá erindi frá Berglindi Hallgrímsdóttur, samgöngu Eflu. Þetta í svona víðara samhengi, hvernig ferðatíminn í öðrum löndum sem við viljum að bera okkur saman. Gjörðu svo vel, Berglind. Takk, Dís. Ég ætla samt ekki að vera með uppistand þannig að þið verður bara að bíða. Já. Ég vildi óska að kynna ykkur góða brandara, einhver annar. Ég held bara einhverju vandræði með. Okay. Það svona, við erum að rebúta. Það ekkert án þess að hafa smá tæknivandamál, sko. Nei, það góð fundur öðru í sig, þannig að það verður alltaf að vera. Það var búið að vera fund síðan bara 8 morgun. Það lækkur ljósin í leiðinni þegar þetta. Ok, það
Ég var reyndar að fyrst í þeim, sko. Kannski hef ég haft svona áhrif á því. Svo samtenging á því. Sigga, þú kannski hringir út hér ef að þetta verður eitthvað langvins. Það vilt ekki fá. Já, ég vil þá kannski bara leifa spurningar. Já, það er þá spurt að leifa nokkra spurningar. Já, það ekki bara spurningar. Ef það er einhver sem hefur einhverja spurningar þessar umferðartölur sem að gjör svo vel. Já, ég heiti Kristján Þórður. Kannski spurningi mín varðandi talningu, sem þetta bara held ég áhugaverð talning. Það semst á Vesturlandsvegi á en það verið semst að telja fyrir ofan Gullinbrúar, eða semst Stórhöfða, Höfðabakkabrún, ekki satt. Þannig að það vantar inn í þessar tölur í raun og veru áfæði. Það er einn. Endur taka spurningana þá að vera að spyrja talningastaðinn. Já. Við erum með einhverja talningastaði þarna neðar í Ártúnsbrekku en ég valdi þess að þeir eru, sem við notum mjög reglulega og erum að birta upplýsingar en ég ger nú ráð fyrir því að kannski að senda út í loftið upplýsingar aðra talningar á að ná fleiri hverfum, en það er alveg rétt. Þetta er frekar ofalega, þetta var að ná Mosfellsbæ, Úlfarsstað og Grafarholtinu. En þetta var ekki að ná Grafarvoginum og þeim hluta af ártúninu sem að koma þarna inn aðeins neðar. Þannig að já, það vantar tölurinn í þetta. Þetta er miklunar 27 heldur en þessar tölur gátt til kynna. Einhverja fleiri spurningar? Ferðavenjukonunina áhugavert að sjá og að aukast ferðum í almenni samfélag. Það er ekki með þessari könnun en eru þetta áætla? Ferðamenn? Já, hvort það hafa alveg samgöngum vegna ferðamanna sem að áætla. Ég er kannski ekki best til að svara því. Spurningin snýr að ferðamönnum. Í ferðavenjukonunni náttúrulega bara Íslendingar og þeir sem eru með íslenskt ríkisfang. Þannig að það er ekki verið að ná til ferðamannana sem slíkra. Stór hlutur. En það er bara spurning hvort að Strætó hafi ykkur hugmyndum það hjá sér, hversu hluti ferða ferðamenn. Það væri þau sölu korta, þessi ekki. Nei, það er örugglega hægt að grafast fyrir það. Það geti líka skýrt munin á umferðin sem þú sjá frá til dæmis Selfossi, eða þú veist á Hellinni. Já. Að ferðamenn þeir sem að vera að koma þannig að ferðamenn. Já. Þessi aukning í umferðin það kannski bara ferðamenn í staðan. Gæti stór hluti. En ég hugsa með við það prósent hlutfall heldur en öll landsbyggðin, þá örugglega ykkur hluti af þessu líka sem býr þarna á Suðurlandinu og að koma inn til borgarna. Er eitthvað að gerast? Fleiri spurningar? Þarna er ykkur frá. Einn smá spurning, er þetta innstýrt, er þetta sami mælfærði á þetta samgöngumál? Er þetta að telja innstýrt? Þetta er Strætó náttúrulega telur innstiginn. Könnunin þetta er náttúrulega svona frekar heildarmyndin heldur en detail, myndi ég segja. Þú ert bara spurður, þú veist hvernig fórstu í ferð, fari þessa tölu. Það væri hægt að náttúrulega grafa miklu dýpra í gögnin og fá kannski aðkomara svar og byrja þá við innstiginn. En það má segja líka, ein ferð er frá A til B sem myndi þá teljast eitt innstig líka. Mér sýnist tæknin verið komin í lag. Kæra þakkir. Þá bjóðum við Berglindi. Svona, það ekki? Ok. Fyrir ykkur sem voru líka verk og vit og byrjast í afsökun, þetta er nána sami fyrirlestur og ég var með þar, eða erindi. Þannig að þið bara vita af þessu. Ég ætla að tala umferðina í tölum og gera samanburð á milli landa. Og hvernig ætla ég að gera það? Jú, við erum í samstarfi við fyrirtæki sem heitir TomTom og ef þið viti ekki hvað TomTom þá eru það leiðsögutækin í bílunum ykkar sem eru að safna upplýsingum
aksturinn hjá okkur, ferðatíman, hraðan og annað, en ekkert af þessu persónugreinilegt. Þetta kemur í rauninu upplýsingar úr ökutækjunum. TomTom með gögn í alltaf 83 löndum frá 2002 þessar tölur, ég ekki alveg viss hvernig þetta lítur út. Og við erum með 600 milljón tengtæki í þessum gögnum. Þannig að það pínlítið til þess að skoða hvort við getum horft á tal og borið það sama við sambærilega borgir. Þannig að svo ég tala litið meir TomTom, bara svona svo ég tali hvað gögnin gefa okkur og hvað þau gefa okkur ekki, að við sjáum við náum ekki öllum ökutækjum í þessum gögnum. Við náum það bil 10 og stundum alveg upp í 30% ökutækjana sem á götunum, og þá hefur við bara borið saman talningar og svo gögnin úr TomTom til þess að sjá hvort að við séum að ná þessari réttu tölu, en við erum að ná svona 10-30% ökutækjana. En það segir okkur að við sjáum munstri vel, og það sem við getum gert með TomTom að við getum hort á leiðarval, við getum hort á hver ferðatími okkur ákveðnum tíma dags og bara eftir mörgum dögum líka og allan daginn ætla ég að segja, og við getum hort á hraða, og eins og þessi mynd ekki og segja að þarna eru tal, þessi myndi bara segja ykkur hver hraða á þessum tíma. Þarna rauður táknar 10 á þessari mynd og dökkgrænn táknar 120. Þannig að þetta svona nokkurn veginn það sem við getum sótt úr TomTom. Og þetta mynd frá 7-9 á virkum degi í október 2023, og gögnin sem ég að nota til þess að horfa á þetta, það frá það bil 12.000 ökutækjum bara á Miklu. En þær tölur og það sem ég ætla að fara með ykkur í gegnum í dag og mjög þurrt og leiðilegt, við bara verðið að þola það og en það tölur, það geta allir farið inn á heimasíðu TomTom og hort á þessi gögn og borið þau saman til þess að sjá bara svona hvernig þetta lítur út. Það sem við ákveðum að gera var að horfa pínulítið meira á bara hvernig líta tafirnar út hjá okkur versus aðra borgir af sambærilegri stærð á Norðurlöndunum. Og ef við byrjum bara í Noregi og þá ákveðum við að horfa til Bergen, en þar það bil 269.000 manns sem búa þar, þetta allavega tölur frá árinu 2023, og þar þéttleikinn það bil tæplega 3.000 manns á hvert ferkílómetr. Bergen í 240. sæti á heimsvísu hvað tafi varðar, og þá erum við bara að taka borgir sem TomTom að fylgjast með, eða þar sem TomTom að taka saman gögn, og þar London í fyrsta sæti, það eru mesta tafir í London, og Bergen í sæti nr. 240. Í Bergen tekur á meðaltali 14 mínútur og 50 sekúndur að aka 10 kílómetra. En ef við horfum síðan á háannatíma hjá þeim, þá tekur það 4-5 mínútur lengur að aka á háannatíma, árdegis og síðdegis versus að fara að meðaltali. Hjá þeim lækkuðu tafir á milli ára 20 sekúndur. Frá árinu 2022 til 2023 þá voru minni tafir í umferðinni hjá þeim. Og svo Malmö, en í Malmö erum 325.000 íbúar, allavega þannig í lok árs 2020. Þéttleiki 4.100 manns per ferkílómetr sem töluvert meira heldur en við sáum í Bergen. Þeir eru í sæti 207 á heimsvísu, meiri tafir heldur en í Bergen. Og þar tekur 15 mínútur og 50 sekúndur að aka 10 kílómetra að meðaltali. En eins og þið sjáu þarna, þá ekkert mjög mikill munur í því hvað tafirnar eru miklar utan og innan háannatíma. En það tekur 3-5 mínútur lengur að aka þessa 10 kílómetra þá innan háannatíma heldur en utan. Hjá þeim var mjög lítilega engin breyting í töfum á milli ára. Og svo ef við tökum Aarhus, og þar 300.000 íbúar mitt ára 2023. Það þéttleiki 3.250 manns per ferkílómetr. Þetta svona akkurat mitt á milli Bergen og Malmö. Og það í sæti 156 á heimsvísu. Af þeim borgum sem við erum búin að skoða núna, að þá tafir mestar í Aarhus. Það tekur 17 mínútur og 10 sekúndur að fara 10 kílómetra, og það var lítil breyting í töfum á milli ára, 2023. Og svo tökum við höfuðborgarsvæðið, og við erum 236.500 í dag. Sem þá við erum minnst í rauninni af þeim borgum sem ég búin að skoða hingað til. Þéttleikinn hjá okkur 305 manns per ferkílómetr. Þetta pínu blekkjandi tölu, við höfum mikið af
svæði á höfuðborgarsvæðinu þar sem er ekkert byggt. Þannig að við tökum bara það sem við erum búin að byggja í dag, þá erum við það bil 1857 manns per ferkilometr, sem samt nánast tvefalt minna heldur en í hinu borgunum sem vorum að skoða. Við erum í sæti 281 á heimsvísu, sem þýðir það minnsta tafir hjá okkur og það tekur okkur ekki nema 13 mínútur og 40 sekúndur að fara 10 kilometra utan og innan háannatíma, sérst að meðaltali. Ef við tökum eins og innan háannatíma, þá tekur okkur á meðaltali 7 til 8 mínútur lengur að aka innan háannatíma versus á meðaltali. En hjá okkur var það hins vegar þannig á milli árið 2022 og 2023 tafir. Þannig að við tökum þetta pínlítið saman og hvað þetta að segja okkur? Ef við berum okkur saman við hinar borgirnar, þá erum við á pari sem sagt hvað varðar ferðahraða, eða sem sagt ekki hraða á meðan við erum að keyra. Og ef þið sjáu þarna það hérna umferðarhraði yfir 10 km á háannatíma, þá erum við að ferðast mjög svipum hraða og í öðrum borgum. Sérst umferðin hjá okkur jafn hæg eða jafn hröð og í hinum borgunum sem við erum að bera okkur saman við. Hins vegar sjáu þið síðan glærinni eða sérst á grafinu fyrir ofan að það mestu mun okkur á milli utan og innan tíma. Sem segir okkur kannski pínulítið, getum við ekki nýtt betur að sérst utan háannatíma ferðinni. Hvernig tökum við þetta saman? Jú, við sjáum það tafi minnku í Bergen, Orhus og Malmö á milli ára, en það jukust á sama tíma hjá okkur. Og við sjáum það eins og Silla kom inn á áðan að það 79 skráð ökutæki á hverri viku á höfuðborgarsvæðinu síðan árið 2016. Hvað sagði að bílum var búið að aukast, fjölga mikið? Við erum að sjá 44.000 aukaferði frá þróun, en við myndum segja að það væri bara línuleg þróun og línuleg þróun í fjölda, að þá myndum við vera á sama stað á Bergen hvað tafi verðar eftir 7 ár, en hins vegar væri 25.000 færri íbúar á höfuðborgarsvæðinu. En þetta auðvitað með því að það veri línuleg þróun sem mjög sjaldan að gera. Þannig við sjáum það að við þurfum einhvers staðar að fjárfesta og spurningin bara hvar viljum við fjárfesta, og kannski einsleitt fjárfesting ekki að fara að skila okkur miklu, af því nýtingin og innviðunum okkur í dag er ekki mjög góð eins og við sjáum. Og spurningin hvort við ekki frekar að horfa til þessar borga sem ég að bera okkur sama við, en það að hafa fjárfesta í. Takk. Þá ætla ég að bjóða Cecilíu aftur velkomna því hún ætlar að samhengi við það hvernig það tíminn á höfuðborgarsvæðinu hérna hjá okkur. Hérna þetta. Já, þetta mjög áhugavert að sjá. Við náttúrulega erum kannski með svona okkar dreifbýlasta svæði af þessum borgum sem að Berglind var að tala og það þýðir líka kannski að ferðalengdir geta verið töluvert en annars staðar. En ég ákvað að skoða ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu. Ég nota sömu gögn og Berglind. Ég fór inn á TomTom, við erum aðganga því, valdi nokkra leiðir, svo þess að nokkur hverfi í kringum höfuðborgarsvæðinu og nokkra áfangastaði, svona helstu mennta- og atvinnustaði innan borgarlandsins. Ég er eiginlega búin að tala þetta. Ég notaði bara sjónrænt mat, fór inn í hverfin, valdi einhvern punkt og reyndi að vera svona nær stofnbrautunum og reyndi að velja leiðir þannig að við myndum ná sem megninu af stofnbrautunum, vegna þess að ég hafði áhuga að vita hver ferðatíminn á þeim frekar en að nota bara sveitarfélagavegi. Þannig ég þröngva þessu svolítið þar og við sjáum það á leiðinni. Ég valdi 6 daga í september og október, bara 3. miðvikudag, 5. dagar, þetta svona sem myndi kalla eðlileg eða venjuleg umferð, það var ekki skólafrí, það var ekkert í gangi sem ætti að hafa áhrif á umferðarmagnið, það væri bara svona þessi meðaldagur á hausti í höfuðborgarsvæðinu og ég valdi 15 mínútna tímabil árdegis og síðdegis. Ég ætla að byrja á þessari töflu og þetta segir okkur hver ferðalengdin í kílómetrum frá upphafspunkti að endapunkti á morgnana og svo þá aftur tilbaka.
Við sjáum kannski þessi svæði sem eru tiltölulega kannski svona miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu eru flest með í kringum 10 km, kannski aðeins meira og aðeins minna í kilometrafjölda þegar það er að ferðast á milli staða. Og svo er kannski áberandi Mosfellsbær og Hafnarfjörður út af völlum, það sem er lengst að ferðast. Og það er bara einn áfangastaður fyrir þá sem búi í Mosfellsbæ sem var innan við 10 km, það er Höfðabakki. Allt annað var yfir 10 km í ferðalengd. Vellir var líka tiltölulega hátt, það eru 2 staðir sem er innan við 10 km, en svo var þetta töluvert jafnara á hinum svæðunum. Svo hefst bara romsa af töflum, við fullt að lita, svolítið hár ferðartími, sama hvaða nú ert að ferðast. Ég setti efst, þið geta alltaf að skoða línuna efst sem er þá alveg græn, það er bara ferðartími bara á miðnætti, sem þú gerir ráð fyrir að sé í rauninni engin umferð og þú getur þá miða við hvernig hún er að breytast á mótnana. Og þetta er bara, myndi ég segja, að væri tiltölulega búið 8:45 eða 9 til 9:15. Þá er umferðin orðin miklu rólegri. Og svo er það síðdegis, aðeins öðruvísi munstur, uppbyggingin er hægar og jafnari og er aðeins yfir lengri tímabil. En 16:15 er svona það sem er fyrir flesta tekur lengstan tíma að ferðast. Þetta verður munstur hjá þeim öllum eiginlega. Það er 8:15 og 16:15, bara svo þið vitið það nú þegar. En hérna er búið svona ég myndi segja 5:15, þá er þetta að fara að detta niður. Og þá ætti strax að vera auðveldara á flestum leggjum að keyra á milli staða. Eða svona minni tafir, eða minni styttri ferðartími. Og svo er það Borgartúnið. Það er kannski áhugavert að sjá að TomTom velur leiðirnar bara eftir lengd í kílómetrum. Ég þurfti aðeins stundum að þröngva aðeins inn á stofnvegina. Ég gerði lítið að þröngva inn á Sæbrautina, en ég gerði eitt test fyrir síðdegið og hérna bara svo við vitið að þá tók það kannski svona 4-5 mínútur lengur heldur en hinnar ferðirnar sem eru ekki nota Sæbraut á þessu vestakorteri. Þannig að munurinn er ekkert svakalegur en samt ykkur. Þá er það hérna aftur, línu svo ég sé svona vera hálfleiðil við Mosfellsbæ. Það er alltaf lengst að ferðast frá Mosfellsbæ, en það er líka alltaf, lengsta ferðin er eiginlega alltaf frá Mosfellsbæ. Og það tekur alltaf 37 mínútum á þessu hæsta korteri, en minna ef þú ferð aðeins fyrr og svo dettur þetta frekar hratt niður og strax 8:45 ertu komin niður í hálftíma. Og með við að það er samt alveg tvöfalt á við að ef þú værir að ferðast þannig á miðnætti þegar það er engin umferð. Seltjarnarnesið lægst út af það náttúrulega næst, en svo eru allir hinir staðirnir svona í kringum 28-30 mínútur. Og maður kannski ef ég sýni myndina, og þetta verður svolítið svipað hjá öllum, það er Vesturlandsvegurinn og Miklabrautin og svo er Hafnarfjarðarvegurinn. Og það eru flestir að fara þessar 2 leiðir þangað inn. Þannig að það skýrir líka svolítið töfina, það er allir á sömu götunum. Og svo er það síðdegis aftur að sama 16:15, aðeins hægara að byggjast upp, er kannski svona aðeins hærri tími yfir lengri tíma en ekki sami svona áberandi toppur eins og við sjáum á morgnana. Svo er það HÍ, það er aftur að sama 8:15, það er svona erfiðasta tíminn og leggur á stað milli 8:15 og 8:30, máttu búist að það taki lengstan tíma að komast á áfangastað. Þetta er svona í kringum 30 mínútur fyrir marga, en Hafnarfjörður á völlunum og Mosfellsbær áberandi lengst, en það er líka lengsta ferðin fyrir þá. Það er alltaf 20 km. Og aftur hérna síðdegis byrjar aðeins fyrr, kannski eðlilegt ef að skólinn er búinn aðeins fyrr og hérna fólk er að fara að leggja fyrr á stað, en það er samt 16:15, en svo virðist þetta vera búið miklu fyrr, bara 5-leytið. HR, svipað munstur, svipaði ferðartími og aftur sama 8:15. Og svipað á HÍ að það byrjar aðeins fyrr þessi svona lenging í ferðartíma. Þannig að þarna er það 4 í staðinn fyrir 4:15. Svo er svona áhugavert að skoða Hafnarfjörðarhraun. Þar er nú töluverð atvinnustarfsemi, bæði skrifstofur og iðnaðarstarfsemi. Og þá er munstrið töluvert öðruvísi. Það er kannski aðeins minni ferðartími, þannig að þó að
hérna sjáum með, sko það fer frá Mosfellsbæ, það tekur styttri tíma að fara í Hafnarfjörðinn þá þessi lengsta ferðalengdin heldur en að fara í HÍ, en þú ert náttúrulega að keyra væntanlega á móti straumnum líka. Þannig að þetta í rauninni er að spara af því að þú ert að fara langa leið. Og ferðartíminn er aðeins fyrr að byggjast upp og vesturtíminn þarna er 7:45. Og svo er þetta svona aðeins dreifðara þarna og þar aftur myndi ég gera ráð fyrir þú værir að keyra á móti straumnum. Þannig að þú ert ekki að lenda í þessari háanna umferð sem er á leiðinni heim, þú ert að keyra á mótinni. Höfðabakkinn er áhugaverður í ljósi þess að hann er freka miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, freka stutt að keyra þangað fyrir flesta. Mest er 22 mínútur, bara vinna í höfðabakkanum. Stysta ferðast þangað. Og sama leiðinni heim, 23 mínútur var mesta. Svo er það Kringlan og það er mynstrið aftur, ertu komin í 8:15 og þá ertu líka í umferði með öllu sem eru á leiðinni á skurðstofu eða annað, á hérna Miklubraut eða á Kringlumýrarbraut eða Hafnarfjarðarvegi og Vesturlandsvegi. Það er að hafa áhrif. Og hérna aftur 16:15, bara svipað. Og svo er hérna síðasta, það er Smáralindin. Og þá erum við aftur komin í töluvert lægri ferðatíma, en það er kannski meira helgast eftir því að Smáralindin er tiltölulega miðsvæðis og ef þú ert á Reykjanesbrautinni þarftu ekki að taka hann alla, sama með Hafnarfjarðarveginn og ef þú ert í þessum svona byggðum sem svo Seltjarnarnes eða í Breiðholti, að þá ert að fara á móti umferð þegar þú ert á leiðinni þangað eða fara tilbaka. Hérna síðdegis líka, magnið mest er 20 mínútur. Þannig að fyrir flesta áfangastaði er lengstu ferðatími árdegis þegar lagt er af stað milli 8:15 og 8:30. Það er ekki kannski endilega mikill munur upp fyrir korter fyrir eða korter seinna, en ég held leið úr komin að þú getur svona breytt í hálftíma, þá ertu strax fann að sjá einhvern mun í ferðatíma. Háanæðtíminn er svona skarpari, hann byggist upp hraðar á morgnana heldur en síðdegis og síðdegis er þetta svona miklu hægara að byggjast upp. Og hérna sumaferðir hafa frekar jafna ferðatíma og það held ég helgast að þau eru að keyra á móti umferðinni, meðan aðrar eru með mjög áberandi háanna korter eða háanna hálftíma. Og annar tíminn síðdegis er 16:15 til 16:30 og þetta var svona að ljúka milli 5 og 5:15 eða 5:30, þá var farið að léttast á umferðinni og minna á götunum og þá tók það styttri tíma. Og svo ég tengi þetta við hérna það sem Bergljóð var að tala að meðalferðatími per kílómeter. Fyrir þetta versta korter á morgnana er hann 23 mínútur með við 17 mínútur á klukkutíma og þetta er náttúrulega bara þessum leiðum og bara stoppin, meðan hitt var allt höfuðborgarsvæðið. Og seinnipartinn er það 21 mínúta sem er meðalferðatími fyrir 10 kílómetra. Og með við þá hvað var 18 mínútur fyrir allt höfuðborgarsvæðið á hæsta klukkutímanum. Nei, já, ég vona þetta hafi verið áhugavert svona innlegg í ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu. Ég setti þetta nú bara stutt, ég setti saman svona hægustu kaflana árdegis. Þið sjáu bara, þú veist, eins og við varum að tala þetta er svona 10-20 kílómetrar á klukkustund á þessu hægasta korteri. Það er það sama hérna, við sjáum hvar þið eru raunin svolítið stopp. Hérna síðdegis, þá er það í Hlíðunum, Reykjanesbrautin hérna og hérna út frá Fjarðarhrauni í áttina á völlunum og Reykjanesinu. Og svo er það Sæbrautin og Kringlumýrarbrautin. Og þetta er svona á þessu versta korteri. Já, ég held að þetta hafi verið bara allt og sumt. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Silla. Það er einstaklega áhugavert að sjá þetta kannski ljósi þess að í fyrri erindinu hjá það varst að fjalla að mestu uppbyggingin hafi orðið við Reykjanesbraut og náttúrulega umferð sem leitar inn á Vesturlandsveginn og við erum að sjá það hérna hvað áhrif það hefur á ferðatíman á stofnvegakerfinu. En í næsta erindi ætlum við að fá Albert Skarphéðinsson til þess að fjalla hans rannsóknarverkefni sem hann vann, sem fjallar það hvaða umferð blöndu byggð skapar og hvort við náum eitthvað að minnka umferðarmagni með því að blanda byggð og þegar við tölum blandaða byggð, hann fjallar nú nánar það en þá er að tala íbúðir og þjónustu saman. En þá er nú spurning hvað þitt heitir, er það þetta? Já. All right.
Gjörðu svo vel. Þú vilt kannski setja þetta í Já, svona slæð. Já, komið sæl, Albert heiti ég frá Eflu. Við sem sagt unnum rannsóknarverkefni fyrir styrk frá Vegagerðinni til þess að rannsaka ferðavenjur í blandaðri byggð og við sem sagt tókum fyrir tilviksrannsókn í rúfreitnum. Og við vorum sem sagt fleiri sem unnum að þessu. Ég er kannski minnst en ég ætla að gera mitt besta að reyna að segja frá þessu verkefni. Að markmið rannsóknarna er náttúrulega að skoða hvað áhrif blöndu byggð hefur. Við sem erum að vinna mikið með samgöngur og erum að vinna með samgöngu mat og annað og erum sem sagt að reyna að meta hvernig umferð verður í þessum reitum. Við vitum voða lítið, þannig að okkur hefur lengi langað til þess að taka eitthvað svona reit sem er svona tiltölulega tilbúinn og svona stúdera hann betur og sjá hvað er hérna að finna varðandi samgöngur. Við sem sagt tókum fyrir rúfreitin og hann er sem sagt allur tilbúinn og búinn að ná svona kannski einhverju svona balans sem hverfi og þarna eru komin ýmiss konar starfsemi fyrirtæki, það er apótek, það er veitingastaður, heilsugæsla á skrifstofur og ýmislegt annað. Svo er Reykjavíkurborg held ég líka með einhverja þjónustumiðstöð eða sem sagt með starfsstöð þarna fyrir held ég einhverja 100 starfsmenn og og sem sagt reiturinn staðsettur tiltölulega miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu líka og hérna erum við að sjá 10 mínútna hjólakort, sem sagt hversu langt maður nær á 10 mínútum frá þessum reit, þannig svona tiltölulega miðsvæðis. Aðferðafræðin, hvað gerðum við til þess að rannsaka reitinn? Við erum með sem sagt svona myndavélar sem að greinir hreyfingar allar samgöngumáta. Við sem sagt getum séð ef þetta er bíll eða manneskja eða hjól eða annað. Þannig að við getum svona stúderað allar hreyfingar hérna fram hjá þessum myndavélum. Og við notum þetta og stiltum upp sem sagt bara við einangruðum alveg reitinn og á einum degi þá sem sagt skoðum við alla sem færu inn og út úr reitnum á þessum rauðu sniðum. Reyndar eigum við ekki nógu margar myndavélar þannig að við þurftum að taka þetta í þrennu lagi. Sem sagt við tókum eina hlið á 3 dögum þannig að það er ykkur skekkja í þessu en já við sem sagt gerðum okkur besta með þann búnað sem við höfum til taks. Við sendum líka fyrirspurnir á fyrirtæki svona hvað eru mörg störf þarna og gerðum alls konar bakgrunnsrannsóknir, hvað eru margir íbúar í þessum íbúðum sem eru þarna og hversu margir þeir eru og ýmislegt annað sem skiptir máli. Og ef við skoðum bara niðurstöðurnar snöggvast þá er þetta sérst bara kort sem sýnir snöggt ferðir inn og út af reitnum, fjölda þeirra, heildarfjöldi, rauðu pílurnar eru bílar, bláa talan er þungumferð og svo sjáum við þarna grænt, rautt og fjólublátt sem eru sem sagt hjólandi, gangandi og rafhlaupa líka getum við séð. Það sem er kannski svona, við sjáum það eru flestar ferðir virkra ferðamáta hérna í austurhlutanum, það kannski sáum við. Þarna er stoppstígur og skóli og annað. Og flestu heildarferðirnar voru þarna uppi til vinstri þar sem það er þjónustustarfsemi þarna efst, íbúar í miðjunni. Þetta eru mjög svona stórir og skarpir toppar þar sem fólki er að fara inn og út úr hverfunum. Og svo ef við skoðum rúfreitin þá sjáum við hvernig þetta er alveg svona nánast í balans hvað það eru jafn margir að fara út á mótnana og inn seinnipartinn og líka hvað topparnir eru ekki eins stóri líka. Þannig að við sjáum einhvern veginn bara að innviðirnir eru nánast fullnýttir allan daginn sem er mjög gott og svona eitt af markmiðum blöndunar að sem sagt nýta innviðina betur. Ef við skoðum ferðavenju könnur líka, eða sem sagt við tókum þessar ferðir og bara hlutfallsdreifum þeim, það er kannski ekki hægt að blanda þessu við ferðavenjukönnun af því að ferðavenjukönnun það eru bara íbúaspurðir en þetta er sem sagt dreifing umferðar fyrir allan reitinn, sem sagt starfsemin líka og íbúarnir. En þetta er mjög sambærilegt ferðavenjukönnunni en ef við myndum spurja sem sagt íbúana sjálfa beint þá yrði líklega hlutfall bíla eitthvað minna þar sem að
ef við erum að ná 71% sem er hérna meðaltali á öllum reitnum og við erum með bíla sem er að keyra inn út úr reitnum allan daginn og það eru þarna til dæmis störf á vegum Reykjavíkurborgar sem eru svona þjónustustörf þar sem að fólk er að keyra út í skóla og annað heimaþjónusta og svoleiðis, þannig að það eru bílar að rúnta inn og út allan daginn og ef við hérna en prósent hlutfalli af bílum er samt ekki meiri en þetta og okkur langar í kjölfari líka svona til þess að styrkja rannsóknina, senda einhvers konar könnun á íbúum líka til þess að reyna að vita það mengi betur, hvernig íbúarnir í blandaðri byggð, hvernig hlutfallið er þar samanborið við höfuðborgarsvæðið í heild. Við tókum líka reyndum að meta ferðamyndurina og í reitnum og reyna að bera það saman við eitthvað svona hefðbundnar ferðamyndunar útreikningsaðferðir sem við höfum notað og hérna eru 3 mismunandi aðferðir sem við notum þegar við erum að reikna hvað eru margar bílferðir í nýjum reitum á höfuðborgarsvæðinu. Þegar við erum að gera samgöngumat reiti, ef við vitum ekkert hvað verður og við giskum á hvað verða margar bílferðir, þá erum við nánast alltaf sama hvað aðferðir við erum að nota, þá erum við alltaf að ofmeta bílferðir í svona reitum. Og þetta eru aðferðir við að reikna bílaferðir í blandaðri byggð sem er mjög áhugavert og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að eiga svona rannsókn þar sem hérna, við eigum þetta mælt og getum nota þessa mælingu til þess að áætla kannski aðra reiti annars staðar. Og það var kannski hérna það sem kannski munurinn á þessum súlum er líka það að í reitnum er meðalfjöldi íbúa 1,5 á íbúð en þegar við erum að reikna, veitum ekki neitt, þá erum við yfirleitt að reikna 2,2 íbúa per íbúð, þannig að það er munurinn á súlunum. Og það sem við gerum líka er að oft hérna reiknum við bílferðir út frá íbúum sér og svo leggjum við ofan á bílferðir frá starfseminni en þá eru oft kannski að tvítelja mikið af ferðum sem er kannski hluti af þessu ofmati sem við erum oft að gera þegar við erum að reikna og giska á þessa reiti fyrirfram. Og ég fann líka útreikningar sem við gerðum Efla vann samgöngumat fyrir RÚV-reitin áður en var byggður og það var líka ofmat, við ofmátum og töldum okkur vera hérna, já, það er bara, og ég hef líka hérna, niðurstöðurnar eru kannski hreinlega þessa sem að hérna, ég mæli með það sem flestir sem eru að vinna samgöngumat hagnýti sér þessar niðurstöður en uppi til vinstri þar er við búin að búa til stuðla fyrir fjölda bílferða per bílastæði sem að hérna væri hægt að nota ef við vissum ekki hvað ætlum að skapa af umferð í nýjum reit en við vitum sirka bát hvað ætlum mörg bílastæði, þá getum við notað hérna fjöldi bílferða per bílastæði sem er hérna 5,8 sem við getum notað og við náðum á einum stað í rannsókninni að skoða hvað eru margar bílferðir per íbúa, það er einn rampur niður í bílakjallar sem að einungis íbúar geta notað og þar fengum við stuðulinn 1,6 bílferðir per bílastæði sem er gríðarlega lágt og svo eigum við aðrar rannsóknir á ferðamyndun á bílastæði í svona hefðbundum íbúareit sem er 3,8 en á skrifstofureit 5,2 en þar náttúrulega erum við með þetta stæðin fyllast á mótnana og svo tæmast seinnipartinn, engin hreyfingu yfir þar á milli. Og svo erum við líka með þetta niður í ferðamyndunarstuðla þar sem að við erum búin að breyta öllum fermetrunum í reitnum og getum verið að vinna með bílferðamyndun per heildarfermetra í blandaðri byggð sem að ég held að margir verði mjög ánægðir að geta fengið. Og ég hef líka verið að máta þessa stuðla við önnur verkefni þar sem ég hef verið að vinna að hérna, skapa ferðir í öðrum verkefnum þar sem á eftir að byggja og við vitum voru lítið og ég var búinn að reikna áður út frá gömlu aðferðunum og þar var ég ofmeta í öllum tilfellum. Sama hversu bjartsýn ég taldi mig vera í að hérna, mynda bílferð, að fara niður í bílferðum þá er þetta alltaf, var þetta alltaf að gefa minni umferð.
já, þetta var svo sem bara niðurstaða en hérna þessi rannsókn mun verið sett á netið og ég mæli með þá sem eru að vinna með samgöngumöt að kynna sér þetta og athuga hvort þið geti ekki nota þessa stuðla í sinni vinnu. Já, þetta svona helsta samantekt og umræður að hérna að mjög jöfn umferðin í þessum breytum og oftast erum við að ofmeta bílaumferð og já, þetta svona kannski það sem ég búinn að fara yfir sem ég ætla að hérna. Já, þetta eru sérst myndir að reiknum þar sem að kannski hérna samnýting á bílastæðum kannski ekki alveg að virka sem skildi. Að hérna þyrfti kannski að hugsa einhverjar aðrar aðferðir. Mætti vera betri samnýtingin á svæðinu. Og takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Albert. Það er áhugavert að sjá að það skiptir greiðlega máli hvernig við byggjum upp hverfin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Að það hefur bara beinar tengingar yfir í umferðina sem skapast á samgöngukerfin okkar sem er náttúrulega þá hjólandi og almenningssamgöngur. En nú er að síga á seinni hlutan hjá okkur og við ætlum að fá síðasta erindi en alls ekki það sísta sem er Valgerður Bendisdóttir, samgöngusérfræðingur hjá Strætó og hún ætlar að fjalla innstig í Strætó og þróun yfir í nýtt leiðarnet. Gjörðu svo vel, Valgerður. Vantar þig. Silla, kannski hleypið þér hérna að þú þekkir þetta betur. Já, hérna Sigga, sendur það ekki örugglega til mín? Orkufundur, málþing. Nei, þetta er ekki hana, maður sjá. Hérna. Ég get sendið hana fast. Já, getur sendt mér hana. Ég ætla nú aðeins að taka mig úr hérna skjánu svo ég ekki með tölvupóstinn okkar hérna. Það er ekki lagi að... Það er næsta tæknivandamál, þannig það er spurning hvort það er einhverja spurningar hérna með við bíðum eftir að... Já, nei, jú, þannig að það er út. Eitthvað sem brennur á fólki að spyrja þessa samgöngu sérfræðinga. Ég tók eftir þeir að kynna fólkinu upp. Þetta eru allt samgöngu sérfræðinga sem eru hérna. Fólk sem er búið að mennta sig í þessum málaflokki og vinna við þetta dagstæla, þannig hérna er rétta fólkið ef það er einhverja spurningar sem brenna. Þetta er alltaf ég með þetta hérna, þetta var bara efstu. Aldursdreifing í rúfreifnum. Kannski kemur upp Albert, svo það heyrist í streyminu. Það er verið að spyrja aldursdreifingu. Ég held við höfum ekki skoðað hana. Nei, Andri, hann hérna hristir höfuð, við skoðum það ekki. En það geti verið eitthvað sem við skoðum líka í kjölfarið ef við höldum áfram með þessa rannsókn. Okkur langar að skoða betur ferðavenjukönnun fyrir íbúana sérstaklega að hérna, og myndum kannski spyrja þig líka aldur. Já, kannski framöndum þig líka með hjólastíga í kringum svæðið. Boðuð eitthvað svona stígakerfi og annað í kringum svæðið? Nei, vorum ekki með þar og einnig líka vorum við svolítið að missa af ferðum innan reitsins. Ég hef sagt frá því að það eru rosa margar gangandi ferðir innan reitsins sem náttúrulega myndi auka hlutfall virkra ferðamáta í þetta samanburði sem við gerðum sem við missum svolítið af. Þú keyrir ekki innan reitsins en ef þú ætlar að fara ferð innan reitsins þá verður þú í raun að ganga eða þú veist, líklegast að þú gangir. Þannig að það er líka mun leiðrétta eitthvað og auka hlutdeild virkra ferðamáta ef við myndum skoða það líka. En þannig grípið kannski þann bolta, það endurspeglar væntanlega líka í ferðamyndunni inn og út af reitnum sem þú sagðir að væri töluvert lægri. Já. Sem er þá að ná til þessara ferðar sem eiga sér stað innan reitsins einhverju leyti. Heyrðu, takk fyrir þetta, gjörðu svo vel Valgerður. Komið sæl, ég heiti Valgerður Greta Benediktsdóttir og er samgöngu sérfræðingur hjá Strætó og ég ætla að fara aðeins með ykkur í gegnum svona þróun innstiga í Strætó á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin ár og svo
Hins vegar ætla ég að fara yfir leiðina í 8-9 leiðanetti með tilkomu uppfærs samgöngusáttmála. Og byrjum á þróun innstiga síðastliðin ár. Þróun innstiga fór svona jafnt og þétt vaxandi fyrir COVID og 2019 var topp ár. Það hafa aldrei verið fleiri innstiga á höfuðborgarsvæðinu. Já, það hafa aldrei verið fleiri innstiga á höfuðborgarsvæðinu árið 2019 sem sagt. Já, áður, en svo kom COVID og þá hrundi innstigin og svo höfum við svona verið að vaxa svona jafnt og þétt síðan þá. Og nú erum við hérna, nýjustu tölurnar okkar eru síðan í maí í ár. Og hérna er svona þróunin á milli ára. Við byrjum með 2018, það er ljósbláa línan og þá var sem sagt, já, þá gekk okkur ágætlega þarna fyrir miðju en það er alltaf svona sama svona trendi milli mánaða, virðist vera, svona nokkurn veginn. Og svo kemur 2019 apsinu gula línan sem er þá topp árið fyrir COVID og svo 2020 byrjar vel gráa línan og svo febrúar er tiltölulega hár og svo kemur COVID og þetta er niður og svo er þetta frekar lágt út árið og 21 er bara svona frekar lágt en fylgir þessari hefðbundna takta milli mánaða og svo 2022 þá byrjar svona að aukast aðeins innstig þegar aðeins tekur að líða árið og svo 2023 það var sagt, toppár, næsta toppár eftir 2019 og þá voru komin yfir innstigin 2019 og svo 2024 það byrjar ágætlega en það er ekki alveg eins svona sami toppur í mars eins og hefur verið síðastliðin ár en samt á fyrstu 5 mánuðum ársins 2024 eru fleiri innstig heldur en á fyrstu 5 mánuðum ársins 2023 þannig að það lítur alveg ágætlega út. Og hérna er þess að heildarfjöldi innstiga á milli ára og þá sjáðu að 2023 þá erum við með 12.600.000 innstig en það voru 12.183.000 innstig 2019 og löndin í kringum okkur þau líta á þau tala um svona nýtt norm í almenningssamgöngum að það séu 90% innstiga það sem voru 2019 það sé ekki hægt að miða við 2019 af því að almenningssamgöngur hafa ekki náð sér að strik almennilega í flestu löndum kringum okkur þannig að þá lítur þetta ágætt lút en svo þess að hefur verið farið yfir hérna þá er aukning í umferð en það er samt ekki aukning í strætóumferð það er unni fjöldi ekina kílómetra þeim hefur fækkað hjá strætó þess að sett út af þjónustu skerðingu síðastliðin ár og svo förum aðeins í áttina að nýju leiðanetti með tilkomu nýs og uppfærs samgöngusáttmála þá, byrjum á leiðakerfinu í dag og þá er í dag 93% íbúa höfuðborgarsvæðisins sem búa innan við 400 metra radíus frá stoppistöð strætó en einungis 16% íbúa búa innan við 400 metra radíus frá stoppistöð þar sem tíðnin er 10 mínútur á annað tíma. Þannig að leiðakerfið það er mjög dreift og það er mjög margir með aðgengi að stoppistöð en ekki góðri tíðni. Og með tilkomu aukis fjármagns í samgöngusáttmálanum þá munum við strax sjá eflingu í almenningssamgöngur 2025 samkvæmt sáttmálanum og þá munum leiðir 3, 5, 6 og 12 byrja að aka á tíðni á annan tíma og þá mun 50% íbúa höfuðborgarsvæðisins búa innan við 400 metra radíus frá stoppstöð þar sem tíðnin er 10 mínútur á annan tíma. Og svo mun einnig vera aukinn tíðni á leiðum 19, 21, 24 sem aka hálftíma tíðni á annan tíma í dag en það verður á kortistíðni líka og svo allar þessar leiðir þannig að vinstra megin 1, 3, 5, 6 og 12 og 15 munu aka á kortistíðni á milli annan tíma á daginn sem er hálftími á flestum leiðum í dag. En svona hvað er nýtt leiðanett? Það er sem sagt svona heildstætt framtíðarskipulag almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og borgarlínuleiðirnar eru hluti af þessu leiðanetti og við svona lítum á þetta sem svokallað aðalskipulag leiðakerfisins til ársins 2040, svona hvert við stefnum.
og við munum innleiða nýtt leiðanett í bara eftir því sem framkvæmdum borgarlínunar, eftir því sem þeim lýkur, þá mun alltaf leiðanettið breytast. Og fyrstu breytingarnar svona í 8-9 leiðanetti, það verður þá með tilkomi Fossvogsbrúarinnar og þá munur leiðir 2, 8, 14, 35 og 36 hætta akstri og í staðinn mun þá borgarlínuleið A hefja akstur og N og O. Og þá N og O mun nýta brúna og N kemur þá stað fyrir leið 14 pluss. Svona. Og svo 2030 þegar fyrstu lotu borgarlínunar er lokið og þetta er auðvitað allt háð ákveðinni áætlun, þannig að ef hún breytist þá breytist þetta samlega því. En þegar fyrstu lotu borgarlínur er lokið þá mun sem sagt nýtt leiðanett taka gildi í heild sinni, svona leiðirnar sjálfar og svo mun tíðnin alltaf aukast jafnvel þetta. Og 2030 þá þegar nýtt leiðanett tekur gildi þá munu leiðir A og B vera 7 mínútutíðni á annan tíma og leiðir C, D, E, F og G á 10 mínútutíðni, það er allt stoppleiðir. En þá munu 71% íbúa búa í 4 metra radíus frá stoppustöð með 7 til 10 mínútutíðni. Allar þessar íbúatölur, þetta er út frá íbúatölum í maí 2023, þannig að hlutfallslega verður, þéttingin verður róndið þannig að hlutfall íbúa helst, en hver talan verður, veitum við ekki. En 23% íbúa verða þá í 400 metra radíus frá borgarlínustöð. Og 2031 þá mun leið E bætast við sem borgarlínuleið og vera 7 mínútutíðni á annan tíma. Og þá mun 29% íbúa vera í 400 metra radíus frá stoppustöð borgarlínulega. Og 2040 þá munu leiðir C og D bætast við sem borgarlínuleiðir og þá munu 51% íbúa höfuðborgarsvæðisins búa í innan við 400 metra radíus frá stoppustöð borgarlínu. Já, þetta er sem sagt svona þróun í tíðni leiða. Þetta er það sem ég er búin að fara yfir hérna næstu ár og svo sjáum við að 2022 þá var skerðing til dæmis að leið 6, hún var áður á tímumtíðni en þetta var bara vegna mjög vondrar fjárhagsstöðu hjá Strætó og það var að skera niður í leiðakerfinu. Og já, og svo leiðir 19, 24 og 28 voru settar á hálftímatíðni og það var líka einnig skerðing í kvöldþjónustu á þessum tíma. Þannig að, já, eins og ég sagði í byrjun þá hafa fjöldi ekkinætt kílómetra hefur fækkað á saman tíma. Já, takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Valgerður. Þá er erindunum lokið og spurning hvort við að fá fyrirlesara hérna upp ef að það eru einhverjar spurningar sem að branna á fólki. Hvað segir þið? Jú. Bílunarglærna. Ég get fundið þessa hér. Hvað segir maður? Og hafa hann að senda hér. Svona. Já. Valgerður. Mér ákveð að spyrja að það verður svolítið mikið drótt eða það sem verða alltaf hverju ári þarna í nóvember, desember. Er þetta ferðamenn fyrir skýringin? Það er verið að spyrja, ég ætla að endurtaka spurninguna svo ætla ég að hleypa Valgerð að. Það er verið að spyrja eiginlega droppið í tölum á farþega fjölda og hvort að þessi skýring á því. Við rauninni höfum ekkert kannað það nákvæmlega en það virðist svolítið fylgja bara svona samfélaginu. Það hægist alltaf í desember og svo fara allir að ganga á þegar árið byrjar aftur og svo koma prófin og það fækkar. Og svo júlí er alveg, það er alltaf svona, hvað segir maður, svona dropp bæði júlí og desember. Þá er svona lægst. En við vitum ekki nákvæmlega ástæðuna, það virðist vera svona samfélags, hlakturinn svolítið, já. Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar frá salnum? Já. Hvaða markmið hefur Strætó sett sér varðandi árangur í fjölgun umstíga fyrir breytingar sem ganga í gegn á árinu 25? Það endurtaka spurninguna hérna. Það er verið að spyrja hvort að Strætó sé með árangursvísa fyrir þessa breytingu sem á innleiða núna 2025 en eins og þú komst inn á þá eru ekki fjármagn í þjónustunni.
Ég veit ekki til þess að það hafi verið sett sérstaklega, en þetta mun alltaf stór auka þjónustuna og þetta bara þetta er gert til þess að gera strætó aðlaðandi fyrir fleiri og vonandi kemur þá fólk og þetta er svona til þess að fólk komi áður en borgarlínan kemur. Þetta er svona að núna hefur ekkert gerst svo lengi en við þurfum að gera eitthvað svo fólki komi áður en borgarlínan kemur. Já, gjör svo vel. Kannski ein spurning. Þetta var mjög áhugavert að sjá rauntölur úr kerfunum. Hafið þið séð einhverja breytingu á ferðavenjum eftir vikudögum? Hefur umferð á föstudögum breyst versus aðra daga vikunar? Ég verið að spyrja hvort það sé þróun á milli vikudaga í umferðarmagni. Kannski, vilt þú byrja Silja? Ég get kannski sagt að þegar ég skoðaði þannig TomTom-gögnin þá skoðaði ég ekki föstudaga og ég skoðaði í rauninni ekki alla vikun í heild en miða við að það hafa nú margir vinnustæðar verið að vinna með styttingu vinnuviku og annað þá held ég að umferðin byrji fyrr, seinni parts umferðin á föstudögum en ég er ekki með nákvæmlega tölur það. Það er svona meira það sem mig grunar heldur en ég sé með eitthvað bak mig í dag. Spurning hvort að þið hjá Strætó sjáu breytingu milli vikudaga, Valgerður? Það er nefnilega, við söfnum gögnum þannig að þetta eru svona skynjarar sem telja einstig og það eru teljarar í svona 30% vagnana og svo er þetta er svona projected yfir mánuðin og við erum með mánudaga til föstudaga saman í púki. Þannig við sjáum ekki hvern dag fyrir sig en það væri hægt að projecta á dag, það væri hægt að kanna það en í dag erum við bara með virkadaga í einu púki og svo laugardaga sér og sunnudaga sér. Þannig að við sjáum ekki eins og Kannski bæti við að það er hægt að skoða teljara á borgarvefsjá Reykjavíkur, þá fyrir Reykjavíkurborg og þeir oft eru með þróunina á virkum dögum og það er hægt að fylgjast með því þar líka. Ég get kannski bætti líka bara aðeins við höfum ekki farið í djúpa greiningur á þessu en við höfum skoðað þetta og við sjáum alveg að trendið er að föstudagarnir eru umferða léttari. Ég er ekki að segja að magni sé minna en dreifingin er öðruvísi innan dagsins og oft byrjar kannski toppurinn seinnipartinn fyrr sem við erum að tengja við styttingu vinnuvikunnar. Já, það er einn aftast. Já, það var meina ástæðu til að ætla í svona blönduðum reytum að ferðirna sem eru farnar séu styttri. Spurningin er hvort það séu styttri ferðir sem að skapast úr blandaðri byggð. Ja, við höfum engin mælitæki til þess að mæla það en það var kannski eitthvað sem var einmitt líka hægt að spurja í ferðavenjukönnun sem var miðuð að íbúum reytsins sérstaklega. Það var líka mjög áhugavert að bæta því við styrkjarannsóknina. Ég kannski bæta eins við þetta náttúrulega, það spilar inn í þarna hvar byggðin er staðsett og RÚV-reiturinn er kannski staðsettur þannig að hann er frekar miðsvæðis og þá stutt á þessu helstu atvinnusvæði en það væri kannski annað upp á teningnum ef við værum í Mosfellsbæ eins og Silja tók sem dæmi hérna en þá velti náttúrulega á því bara hvað það er boðið upp á í nágrenninu. Það er svona öðru óbreyttu. Já, einmitt. Fleiri, já? Ég er aðra með hugleiðing. Það er búin að frábæri fyrirlestar og við vitum að það er hellingur í gangi á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að bregðast við á höfuðborgarsvæðinu. En eins og kom fram hjá Silju, það voru 10.000 íbúa fjölgun á nærsvæðunum í kringum höfuðborgarsvæðinu en 20.000 á höfuðborgarsvæðinu. Það hlutfallslega aukningi miklu meiri í fræsvæðunum ef við þannig. Við þurfum að fara að horfa á höfuðborgarsvæði sem stærra svæði. Erum við að bregðast við þessari þróun? Þurfum við ekki að huga að heilmikil eflingu almenningssamgangna frá nærsvæðunum að höfuðborgarsvæðinu? Það er eins og við erum að bregðast við innan. Já, spurningi snýr að þessum nágranna sveitafjölum við höfuðborgarsvæðið og eiginlega aukningu íbúa þar og ég get kannski sagt inn í þetta að ef maður talar suðvesturhornið sem þá Borgarnes, Árborgarsvæðið, Suðurnes, 80% landsmanna búa núna á þessum hluta landsins, þar af 64% höfuðborgarsvæðinu þannig að þetta er að þéttast ansi hratt og ég veit að almennu samgöngudeildin hérna hjá Vegagerðinni sem sér að reka almennu samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu meðal annars er með þetta í skoðun og greiningu en þetta er náttúrulega alltaf háð fjármagni eins og allt annað sem við tökum okkur fyrir hendur en þetta er alveg á radar og mjög góðu punktu hjá þessum ári.
Má ég bæta smá við? Já. Það var mjög skemmtilegu þáttur á RÚV dagina sem hefur verið að tala við unga krakka í samtöku kosningarnar og þetta var eitt af því sem einn stelpa nefndi að hún býr að mér minnir einhvers staðar á Suðurlandi en hún var að tala með mitt hvernig almenningssamgöngukerfið þar og fyrir krakka sem búa þar og fyrir þau að fara í menntaskóla og hversu erfitt þetta fyrir þau. Mæli með að horfa á hana þátt. Það var ótrúlega flotti krakkar, ótrúlega gaman að horfa á þau og hvað þau voru að hugsa en þetta var akkurat einn af punktunum sem þau nefndu. Já, viltu koma upp? Þetta svona kannski meira til Valgerðar. Varðandi niðurskurð á höfuðborgarsvæðinu, nefndir svo leið 6. Sjáið þið, þar sem þið hafið náttúrulega kannski lengri sögu en við á Vegagerðinni breytingar á inn- og útstigum. Sjáið þið að ferðahegðun, fækkun farþega vegna skerðingar komi nokkrum árum seinna. Afleiðingar niðurskurðar, það komi ekki á fyrsta ári, fyrstu 2-3 árum, heldur það komi seinna. Spurningin snýr að því hvort að niðurskurður í þjónustu skili sér strax í fækkun farþega eða hvort það taki lengri tíma að koma fram í farþegatölunum. Einmitt það niðurskurðurinn kemur fljótlega í ljós, en það meira ef við eflum þjónustuna. Þá líður lengri tíma að við sjáum afleiðingar þess, eða að góða hátt. En þú veist að niðurskurðurinn yfirleitt strax, eins og á leið 6, þá fækkaði farþegum þar gríðarlega mikið fyrst, en það líka samt, það fjölgaði á 15 til dæmis sem hitti 6 svona í ártunni, þannig að ykkur hafa breytt hvernig þeir ferðast að takið á 15 staði fyrir 6 svona. En það fækkaði rauninni strax samt alveg farþegum á 6 svona, en það meira þegar við aukum þjónustuna, þá líður tími þangað til að sjá hvað árið er. Einn aftast. Já, við langar bara að bæta við þessa hugleiðingar smára því ég held að þetta sé gríðarlega mikilvæga punktur en ég myndi þetta bara að það sem að Silla er að sýna og þessa köllun á að stækka almenningssamgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins sem stór höfuðborgarsvæði í þessi nágrannssveitarfélög af því að ef við ætlum að grípa í raun og þessa þróun sem er að verða þar þá þarf að tryggja alveg gríðarlega vel samþætt, heildstætt kerfi fyrir suðvesturhornið. Það er verið að leggja áherslu á samþættingu samgöngukerfisins og almenningssamgöngukerfisins sérstaklega til þessara nágranna sveitarfélaga þar sem að vöxturinn er að verða hraður þar. Og eins og Silla kom inn á þá er þetta fólk sem er að sækja inn á höfuðborgarsvæðið í skóla og vinnu. Og er 90-95% að keyra. Já, og keyrir í 90-95% tilfella þannig að þetta er alveg sóknarfæri inn í almenningssamgöngukerfið okkar hérna á þessu horni landsins. Já. Já, takk fyrir þessa fyrirlestur. Þetta voru mjög athyglisvert og ný nálgun og var mjög fróðlegt að sjá meira af þessu. En við vitum dálítið hvað flöskuhálsarnir eru. Ég hef svolítið mælt á eins og þessi tafirnar sem eru á Miklubraut á háannatíma. Og þetta harmonir alveg saman við það sem kemur út úr TomTom. En það er svo margt annað sem hangir á þessari spýtu eins og eyðsla, mengun og ég mælti þetta svolítið. Að í fríu flæði á Miklubraut borið saman við það sem þú ert á 10 km hraða í teppum. Og ég mælti þetta bara með mælitækjum í bíl með eyðslunum. Hann eyddi 345% meira þegar ég var í töfunum heldur þegar bílinn fékk að ganga þar sem hann best, þar sem hann fær mest út úr þessu. Og þá kemur einu spurningin. Þessar megin götur sem kom fram að væru með mestar töfunum. Framkvæmdir hafa ekkert fyllt, það hefur ekkert verið breytt eða gert í þessum götum. Miklabrautin sem dæmi, hún er kannski í 40-50% af afkastagetum út af ljósatíkum. Það kemur allt í slumpum. Væri ekki svolítið gaman að geta tekið allavega þessar lykilgötur og reyna að leggja mat á það. Hvað væri afkastagetan á þeim? Hvað myndum við fá út úr þeim með því að setja minnsla gatnamót á þetta? Það hefur verið byggð minnsla gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Við vorum með vandamál í Hafnarfirði, nú búið 2 og setja minnsla gatnamót þar og enga tafir. Við vorum með vandamál
á gatnamótum Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar, þarna við Ösku, eða Laxalón. Svo var því breytt misturlegt. Þá hurfu bæði slysin og teppum. Þannig að upp á það að laga það sem, og nýta það sem við eigum. Við erum búin að fjárfesta í öllum þessum göttum. Hvernig hámörkum við nýtinguna á þau? Og með þessum aðferðum sem Ebra hefur verið að gera og eins tölum sem Framtum er að gefa okkur, þá ættum að geta lagt eitthvað náttúrulega. Hvað getum við gert til þess að lágmarka tafirna sem mest? Og ég veit að í Kaupmannahöfn er mottói hjá þeim. Ég spurði þá sem er að stýra umferðinni í Kaupmannahöfn, hvað er mottói hjá okkur? Hvað er það að reyna að gera? Og þeir horfðu nú fyrst á mig eins og ég var einhver bjáni, en svo er það svo markmið að lágmarka tafatíma allra. Bíla, gangandi, almenningssamgangna, alla, hvernig er lágmörkum við tafatíma allra. Og mér sýnist að ég sé að nálgast það með þessu sem þið voru að kynna fyrir ykkur náðan. Kannski síðast að kommenti frá mér, koma þess að glæra allar á netið, þá að sjá þetta eða það er svo margt í þessu sem maður langar til að leggja staðins yfir. Já, það kinga hérna kolli á samskiptadeildinni, þannig að þetta mun fara á netið og ætlunin er líka að skrifa kannski greinar og fylgja svo aðeins eftir á heimasíðun okkar. Ég var að fá skilaboða að spurningarnar heyrast, þannig ég þarf ekki að endurtaka þetta, en kannski hérna bara til þess að svara er að við vorum að einblína núna á þessum orkuverðarfundi bara svolítið að gefa ykkur stöðuna og gefa ykkur það sem við höfum verið að greina og það sem við erum að halda utanum, nýta inn í áhugaverð erindi sem við talar inn í þetta mengi. Varðandi það að greina hvaða áhrif það hefur að setja misla gatnamót, það eru verkefni í vinnslu hjá okkur sem tengja samgöngusáttmálanum og eitt af því er til dæmis jarðgöng og Miklubraut, það er Stokkur og Sæbraut, það eru misla gatnamót eða jarðgöng í Hafnarfirði og þar erum við að greina hvaða áhrif þessa breytingar hafa á ferðatíma og þar er skoðað bílar og hjólandi og almenningssamgöngur að því samgöngulíkan okkar tekur á því og ég held að það sé bara efni í nýjan fund á nýju ári að fara svolítið yfir það heildstætt. En verkefnin eru þekkt og við erum að undirbúa þau og til dæmis er komin skýrsla núna á neti hjá Vegagerðinni frumdrög fyrir Miklubrautarstokk þar sem er hægt að kafa ofan í þetta nákvæmlega sem við spyrðum. En ég held bara að við þurfum að hafa fleiri fundi og ná meira samtali þessi málefni, en það er þetta stór og flókin viðfangsefni oft á tíðum. Hvernig líður tímanum? Er tími fyrir fleiri spurningar eða eina eða tvær spurningar eða brennur á einhverjum eitthvað? Ég kannski þá með eina og Greif Valgerður fær alla spurningarna. Þetta er bara svo rosalega áhugavert að því að ég veit að Strætó hefur verið í pínu varnarbaráttu með fjármagn og nú eru það að sjá fram á að fá meiri peningin í reksturinn. Hafið þið gert einhverjar spár hvað þið áætlið að áorka í farþegum? Hvað þetta varðar? Það er kannski erfitt að meta það. En þið allavega að ná að bæta tíðnina svolítið bara á núverandi kerfi eða ekki? Rétt skilji hjá mér. Jú, það er alltaf bara, þetta verður mjög meira aðlagandi. Það verður tímum fleiri sem sjá sig hagið því að nota Strætó. Þannig að þetta er bara til þess að reyna að fá fólk í Strætó áður en borgarlíkjum. Þannig að það verður ekki, þetta gerist ekki einnig. Nei. Það er kannski bara góð lokaorð. Góði hluta gerist ekki á einni nóttu. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur fyrir að koma og halda mjög áhugaverð erindi. Takk.